Herðu, í þessu verkefni þá ætlum við að búa til svona animation eins og sést hérna á skjánum. Þetta er svona kúla sem ferðast upp í svona spíral og það kemur svona reykur. Við ætlum að fara að skoða svona smoke effects í Blender. Ok, þannig við erum komin í Blender og við byrjum bara því að henda út þessum kubbi, veljum hann og gerum delete. Og við ætlum að bæta við þess að tómum hlut. Þá getum að fara inn í add, empty og sphere. Bara tómur hlutur. Ok, þannig að kúlan okkar, reykkúlan, ætlar að snúast í kringum þennan tóma hlut. Þannig að við ætlum að búa til aðra reykkúlan okkar. Þá fyrir við inn í add, mesh og UV sphere. Sem til að taka þessa kúlu og færa hún til hliðar, þá ýti ég á G fyrir grab og ýti á Y og þá færi ég hana í áttina eftir Y-ásnum. Ég færi þetta bara svona mikið til hliðar. Það sem ég ætla að gera núna, ég er með þessa kúlu valda. Ég held shiftinni og smelli á þessa tómu kúlu og núna held ég inn Ctrl og ýti á P. Ég sleppi shift, held Ctrl inn og ýti á P og vel síðan hérna Object Keep Transform. Þannig að það sem ég var að gera núna er að ég var að láta þessa tómu miðju hérna, þessa tómu kúlu, láta hana vera foreldri hinna kúlunar, reykkúlun okkar. Þannig að ef ég tek þessa hérna tómu kúlu hérna í miðjunni og ég gríp hana og færi hana til, að þá færist hinn. Og eins ef ég sný þessari kúlu við, ef ég ætla að rótita henni, að þá snýst hinn í kringum hana. Þannig að það sem ég vil gera núna er að búa til animation. Það er að segja þar sem þessi hérna kúla, reykkúlan mín, og hún ferðast upp í svona spíral. Þannig ég ætla að zooma þessu út og fara eitthvað cirka bát svona. Þannig að ég er með ramma 1 valin hérna og ég ætla að ýta á N. Þá kemur þetta menu upp. Og það sem ég ætla að gera hérna er ég ætla að festa locationið og festa rotationið. Þannig að ég ætla bara að festa, láta þetta vera minn ramma 1. Þannig ég fer bara hérna yfir location, ýta á E, fer yfir rotation, ýta á E og þá er ég búinn að festa það. Síðan fer ég hérna í kannski ramma 100 og ég ætla að taka þessa hérna tómu kúlu hérna og færa hana. Þannig ég smelli á G og síðan seta og þá færi ég hana beint upp. Og ég ætla að færa hana hérna í eitthvað cirka svona hæð og ég ætla að snúa henni setásinn hérna kannski 900 gráður eitthvað svoleiðis. Og finna hann að stað. Þannig að núna er ég búinn að hækka þetta og snúa þessu. Þannig ég ætla að vera hérna með bendilinn hérna yfir locationu, ýta á E. Ýta á E. Vera hérna yfir rotation og ýta aftur á E. Og þá er ég búinn að festa þetta. Þannig að núna þegar ég spóla hérna tilbaka rammana og þá sé ég hvernig þetta ferðast svona eftir svona spíralaga. Fer hérna bara á ramma 1. Ok. Þannig ég er búinn að þá skilgreina þessa hreyfingu. En það sem ég ætla að gera núna er að búa til reykinn. Þannig að þá ætla ég að smella á þessa kúlu, reykkúluna mína og ég ætla að fara í Object, Quick Effects, fara í Quick Smoke. Að þá verður til svokallað Smoke Domain. Og Smoke Domain virkar þannig að reykurinn nær bara að vera inn í þessu Smoke Domain. Þannig að við þurfum augljóslega að stækka þetta Smoke Domain. Þannig ég ætla að taka þetta Smoke Domain og bara færa það til. Þá held ég G-ni, ýta á Y til þess að færa það eftir Y-ás. Færa það bara hérna. Og síðan ætla ég að ýta á S
S fyrir scale. Ég ætla að skala það í allar áttir. Og sjá, ég vil horfa þetta á frá hlið. Þá sé ég þetta er ekki nógu stórt, ég ætla að ýta aftur S. Skala það meira til. Svona, ég vil núna færa þetta smoke domain ofar, þannig ég ýta á G og síðan Z. Eitthvað svona. Og ég vil vera viss að ég fer í þessa hendi innan til þess að færa maður svo var. Ég vil vera viss að kúlan sé alltaf inn í þessu domain, þessu smoke domain. Þannig að ég ætla að zooma aðeins inn út og ég ætla að spila hérna, fara hérna áfram í ramma, hvað sagði ég, 100. Það var rammi 90, já, það er rammi 100. Það var rammi 100, já. Ok, þá, þannig ég er alltaf innan hérna, ég sé það að ég er inn í þessu smoke domaini alltaf. Ok, það sem ég vil líka gera núna er ég vil smetla hérna og skrifa hérna 100. Þannig ég er alltaf inn í, animation okkar verður bara til ramma 100. Ok, það sem ég vil gera núna er að ég vil, maður sjá, ég vil fara hérna með smoke domain valið, þá vil ég fara hérna undir physics properties, smetla þetta, þá sjá ég hérna resolution, þetta er alveg upplausnin á reiknum og hækkum þetta bara upp í svona 150. Þá hugsa hann aðeins, þetta þýðir að animation okkar verður mun svona flottara og fíngerðara en hérna mun taka lengri tíma. Ok, þá er það komið. Það sem við viljum gera núna er að við viljum fara hérna í render properties. Við viljum breyta þessu úr Eevee yfir í Cycles render engine. Við viljum breyta þessu úr CPU yfir í GPU. Ef það er hægt, það er ekki endilega víst að sé hægt hjá okkur. Fyrir eftir tölun ykkar. Og já, gera ekkert meira hér. Ég ætla að fara hérna í næsta flipa fyrir neðan sem er output properties. Og ég vil breyta þessu resolution hérna í X-inu. Ástæðan fyrir þessu er að þetta er ekkert svona widescreen shot, þannig að þetta þarf ekki að vera svona breytt. Þetta er nóg að þetta sé með aspect ratio 1:1, þannig ég seti þetta bara sem 1080. 1080. Hérna stilti ég á framerate og setjum það bara á 30 ramma á sekundu. Síðan hérna í outputið þá ætlum við að velja hvar okkar animation kemur og hvað það heitir. Smelli á þessa möppu hérna. Og ég vil bara fara hérna á desktopin. Ég smelli á desktopin og læti þetta heita eitthvað eins og smoke spiral. Hér er bara síðan accept. Og við erum bara þolinmóð. Ok, síðan hérna er hægt að velja hérna file format, þessar tegundskrár, og það er hægt að láta Blender búa til fullt af myndum sem maður þarf svona að púsla saman í animation. Það er miklu auðveldara bara að velja þetta hérna PNG og fara hérna í AVI JPEG, þá fáum við bara animation skrá. Quality hérna, skrúum það upp í 100%. Skrúum það upp í 100% og síðan svona.
Og þá held ég að þetta sé hugsanlega tilbúið. Nei, þetta er ekki tilbúið, við þurfum að stilla kameruna. Og ef við förum inn í kameruna, veljum kameruna, þá sjáum við þetta er kameran okkar. Þetta er ekki nógu gott, þannig að við viljum breyta þessu en ég fer hérna í View og ég fer í Camera to View. Þá get ég zoomað út, zoomað svona sæmilega vel út og nota hérna Animate, zooma kannski aðeins aftur inn. Svona, færi mig kannski aðeins ofar. Jájá, þetta er allt í lagi. Ég gæti kannski fara aðeins nær. Svona, ok, þá er myndavélin komin á sinn stað. Við ætlum að taka ljósið og breyta því aðeins. Þannig að smellum hérna á þennan hérna flipa hérna. Þetta er fyrir light. Já, höfum lightið valið hérna í þessum lista. Hérna lightið. Og við ætlum að breyta því úr point light yfir í sun. Og breytum strengthinu hérna yfir í bara 15. Ok. Þá held ég að það sé allt tilbúið í að gera okkar animation. Þá getum við farið hérna í render, smellt hérna á render animationið og þetta getur tekið kannski 2 klukkutíma. Þannig að leyfum bara tölvunni að vera í leyfinum alla í friði bara. Þegar þetta fyrir í gang að þá ætlið animationið að birtast á þeim stað sem ég viljið og þú þurfum bara að skila þeirri skrá inn á innu.